Góðan daginn öll og gleðilegt nýtt ár. Ég ætla aðeins að segja ykkur frá bara Design Group. Ég næ aldrei að tala á 30 mínútur, þannig ég verð kannski aðeins lengur. En ég held ég verði bara að fá að koma síðan einhvern tímann aftur með og tala meira case-in og fara dýpri í þau. Þannig að ég yfirleitt ef ég byrja þá er ég einhverja klukkutíma að tala, þannig að ég verði bara að bera með það. Design Group Italia sem að ég fór til Ítalíu í nám 86 eða 7, þannig ég er búinn að vera 25 ára á Ítalíu. Og ég fer beint eftir skóla að vinna hjá Design Group Italia sem er mjög gömul stofa. Hún er stofnuð 68, þannig að það er yfir 40 ára gömul stofa. Og með að vera í ítölsk hönnunarstofa þá er hún svolítið skrítin að því leytinu til að hún er, við hönnum mikið til og hefur hann ekki tíðina neytendavörur og tæknivörur. Ítalía er kannski þekktari fyrir húsgögn og bolla og lífstílsvörur. Og það er umlega það sem við gerum minnst af. Við erum 30 manns og það sem er kannski svolítið gaman að við erum reyndar 10 þjóðerni núna í stúdíónu. Og þetta er náttúrulega kosturinn við Mílanó. Mílanó er rosalega concentration, það er yfir 400 hönnunarstúdíó í Mílanó. En meðalstærðin er nú 1,5 persóna. Þannig það er ofsalega mikið af litlum og við til dæmis gerum töluvert af því verkefnum að við röðum saman teymum. Og sem er ákveðinn kostur að þú hefur aðganga mjög mikið að ólíkri þekkingu á svæðinu án þess að þurfa að vera, og við séum 30 þá getum við erum stundum að vinna í verkefnum að það eru mun fleiri að vinna í sjálfs inn í fyrirtækinu í gegnum okkur, skulum við segja. Við erum með 4 svona grunneiningar í dag. Það er það sem við kallum Observatory og Strategy. Observatorin er svona trend spotting apparat. Við höfum verið í trendanalýsum og öðru slíku síðan 93. Fyrsta verkefni gerðum við fyrir Omron á sínum tíma. Og það eru, við skulum segja, það er svona verkefni sem fylgjast með tíðarandanum og eru að skoða hann. Og þau geta verið bæði síðan þýtt yfir í CMF, Color, Material and Finishing, eða raunverulega inn í, bara feed inn í hönnunarprósessin sjálfan. Og gefur okkur svona ákveðin competitive edge og þar er Mílanó náttúrulega mjög vel í sveit sett. Síðan er hardcoreið í fyrirtækinu protodesign og það er bara hrein og klár iðnhönnun eins og hún gerist og ég vil segja ykkur svona aðeins frá því. Fyrstu árin sem ég var á Ítalíu þá var ég náttúrulega mest að vinna við það. Ég held að fyrsta varan sem ég gerði og kom á markað það var svona penni, bara svona eins og Bigo penni eða slíkt. Og það var gaman, búin að vera tvinn í 2 ár og þá fór maður á kannski veitingahús og sá einhvern vera að skrifa með pennanu sem maður hefði hannað. Það var svona fyrsta kikkið. En það er svona hluti að segja að voða mikið af því sem við gerum, fólk veit ekki að það er hannað endilega og ekkert hver hefur gert að það eru bara vörur. En við gleymum, þið kannski eru meðvitaðir það heldur en almenningur, að það er náttúrulega allt einhvern veginn hannað og þar af leiðandi allt sem við komum í einhver hefur hugsað að hvernig hann var framleitt og svo framvegis. Síðan hefur við gegnum árin styrt mjög mikið líka branding, þetta tengist allt saman og það er náttúrulega eitt af því sem kannski er athyglisvert að það hvernig hönnun hefur verið að þróast. Ég er búinn að vera að læra og vinna við hönnun síðast 25 ár. Þannig að fyrir að vera gamall, það er svona, ég ætla nú að raka skeggi frá það, það er svona að vera aðeins svo hvítt. Að náttúran í hönnun er að breytast mikið. Þannig að við skulum segja að protodesign kannski hefðin en branding er alltaf tengjast svo þéttast svo vel saman og í dag erum við reyndar að fara enn og meira yfir í það sem þú ert vanað að tala upplifunarhönnun eða experience design eða þjónustuhönnun sem er náttúrulega svolítið að gerast eða jafnvel design thinking, það sem þú ert farin að horfa á það að hanna fyrirtækin sjálf. Að þá náttúrulega er hönnun að teygja svolítið mikið. Og svo erum við líka með packaging. Þetta er hluti af client-portfóljón okkar og það er náttúrulega töluvert af stórum bröndum þannig. Þetta er annur svona sérkennilegheit á okkur að við vinnum með ofsalega mikið af stóru multinational corporation fyrirtækjum. Og það er allt öðruvísi að vinna með þeim heldur en minni fyrirtækjum. Þetta er mjög ólíkar vinnuleiðir. Við hegðum okkur öðruvísi, við erum með kynningarnar öðruvísi og það er raunverulega struktúraður prósessin öðruvísi. Ég sýni það ekki hérna en við vinnum líka fyrirtæki sem eru tværmanneskjur. Trúlega minnsta fyrirtæki sem við unnum fyrir er Huld sem gerir fiskiróðstöskur. Og það er náttúrulega mjög ólíkt ABB sem er nú ekki nema 160.000 manns að vinna hjá núna.
En á síðan tíma þegar við byrjum að vinna, þá voru yfir 300.000 manns í vinnu hjá þeim. Þannig að það mjög ólíkt að vinna með svona litlum, einstaklingi, eiganda og stórum. Og það líka stórmunin eftir að vinna með eigandafyrirtæki eða corporation, það sem enginn ber ábyrgð sjálfur sér og það er svona mjög dreift hver ræður. Og þetta finnst okkur voðalega gaman að vinna með sem svona ólíkum stærðum. Þið tekið líka að þetta mjög ólík fyrirtæki. Við höfum hannað ekki fyrir Abbi en tíðina kannski, ég veit ekki, við séum komin eitthvað hátt á 700 vörur eða próduktar. Og það frá því að vera litlir leka, rofar, circuit breakers upp í power transformers sem eru, ég næstu vissum það, ég hef aldrei gert það, ef ég færi hér í virkjanina þá eru örugglega helling af hlutum sem ég hef hannað. Og sem mjög langt frá hins vegar Post-it. Post-it kannski mjög langt og það mjög langt frá bláurónu líka. Og það mjög langt frá tannbursta líka. Og þetta það sem svolítið erfitt fyrir fólkstundum að skilja hvernig getur að hanna svona ólíka hluti. Hönnun snýst náttúrulega ekki að þú þurfir að vita allt. Ég þarf ekki að vita allt hvernig hluturinn gerður. Ég verð að skilja grunninn, ég verð að skilja að það ólíkt að framleiða hluti sem eru framleiddir í kannski mest, hæðsta framleiðslumagni í vörum sem við gert, það tannbursti fyrir Indland og hann framleiddur í 107 milljón eintökum á ári. Það alltaf töluvert öðruvísi prósess heldur en að gera eitthvað sem framleitt í 2000 eintökum á ári. Og það þetta sem hönnuðurinn þarf að skilja, verkfræðilausnirnar og svo framvegis það eitthvað sem þú færð frá fyrirtækjunum. Hvað voruð þið að gera fyrir Atlas Copco? Við hönnum fyrir Atlas Copco töluvert af lyklum og tækjum. Ég veit nú ekki eins og hvað þetta heitir í íslensku, það svona lyklar sem að þú... Handvélum? Já, en líka lyklar sem þú getur til að mæla til dæmis hvaða álag þú ert að nota á það. Við erum með handheld computers sem að þeir nota í quality controls inn í framleiðslueiningum. Það svona, hvað segja, tools raunverulega. Og það sem ég ætla að benda á að það hönnur, kannski hvað gerir hönnun ólíka verkfræðinni, hún með einhverja aðferð, hún einhverja nálgun, hún býr til sýnir, hún býr til einhverja svona sjón á hvað hún ætlar að gera. Og svo veiður hún upplýsingar. Og það kannski það sem að hönnurinn eins og ensím í ferli. Þú getur talað oft talað þessar 3 einingar, þú ert með tækniþáttinn, þú ert með markaðsþáttinn og þú ert með þjóðfélagið og þjóðfélagsbreytingarnar. Og hönnun náttúrulega langbest í því að hlaupa þannig á milli. Þetta veikleiki hönnunar, að því leitum til að svo erfitt að skilgreina og það er svo erfitt að segja, ertu verkfræðingur, ertu listamaður, ertu grafíker, branding, nei ég hönnur og hvað ertu þá? Og þetta það sem gerir erfitt, en þetta náttúrulega kostina því hún á svo auðvelt með að hlaupa á milli. Við getum talað við verkfræðinga án þess að líta út eins og fífl, sem markaðsfólki getur eiginlega ekki gert, að við vitum allan hvernig hlutir eru búnir til og hvernig þeir eru smíðaðir og þróaðir og svo framvegis. Við getum talað við markaðsfræðingana, við vitum hvernig markaðan við vitum hvernig fólki kauphegðun og svo framvegis sem verkfræðingar yfirleitt ná ekki að gera vegna þess að þeir skilja það ekki. Þannig að það þessi kostur hönnunar sem að svona hleypur á milli, sem gerir okkur kleift að vinna mjög ólík verkefni og skila árangri. Við verðum náttúrulega ekki að halda áfram summa þessum fyrirtækjum. Unilever gerðum fyrsta tannburstan 97 og við erum ennþá að vinna með þeim. ABB byrjuðum við 89 og við erum ennþá að vinna með þeim. 3M gerðum við fyrsta verkefni 2002 og við erum búin að gera yfir 300 verkefni með þeim. Það þýðir náttúrulega að við erum að gera eitthvað sem gengur og virkar og náttúrulega til dæmis í 3M verkefnunum við hönnum hluti fyrir þá, við hönnum video projections og svoleiðis, en við erum líka enn og meira að gera business to business communication með þeim. Þeir eru með ótrúlega mikið tækni, en þeir kunna ekkert á markaðinn. Það bara eitthvað sem þeir eru miklu erfiðleikum með og við erum að gera töluvert af verkefnum sem við erum að hjálpa þeim þeirra vísindamönnum, hvað eru það að gera með tæknina, hvernig var þetta að nýta hann í bíleiðinaðinum, hvernig var þetta að gera hann í þessu og raunverulega hjálpa þeim að þýða það sem þeir eru að gera yfir í einhvað sem að markaðurinn eða neytandinn eða verkfræðingurinn eða hönnurinn skilur. Og það er þessi kannski ónáttúra hönnunar sem að styrkir hann svolítið. Hönnunarferlið, það er náttúrulega alveg ljóst að þegar þú vinnur á svona ólíku sviðum, þá er erfitt að tala um eitt ferli. Og raunverulega má segja það, þetta kannski ekki alltaf voðalega hagkvæmt í rekstri, að í Design Group þá erum við aldrei að vinna á sama ferlinu. Við erum með svona, toolbox af nálgunum og tækjum og tólum og þá á ég ekki við náttúrulega tæki heldur á ég við aðferðafræði eða eitthvað slíkt sem við röðum saman eftir verkefni og náttúruverkefnisins og brandinu og hvar við sjáum veikleikana.
Man líður stundum eins og sálfræðingur þegar maður fyrir að hitta fyrirtækin þegar maður reyna að lesa í þeim hvað er styrkunni þeirra, hvað vita þau sjálfum sér, hvað vantar þeim, hvað getum við bætt inn í það. Og það er þetta sem þetta er mjög mikilvægt að kunna lesa og geta lesið. Og það er oft veikleiki margra hönnuða að þeir eru ekki nógu góðir lesendur gagnvart fyrirtækjunum sínum eða gagnvart markaðnum og það er til dæmis á Íslandi er það mjög algengt að það er útskrifað hér fullt af hönnuðum og hefur aukist og það er náttúrulega ákveðin gróska en ef þið skoðið hönnunarþróun í Íslandi þá voru mjög veik. Þetta er svona dúll svolítið mikið. Og það er einfaldlega vegna þess að skólinn leggur áherslu á mikið á listræna þáttinn og markaðurinn sé eitthvað leiðilegt og óhreint og það er ekki bara nóg mikil hefð fyrir því og krakkarnir komast ekki að vinna í stofum þar sem þú lærir síðan að þetta eru ólík svæði og þú ert að lesa fólki og fyrirtæki og hverjar eru þarfirnar. En við getum sagt þetta svona gróft myndi þetta vera það sem við kallum orientation, það er raunverulega það að skilja hvað þarf að gera og hvað þarf að gera. Ég meina ef ég er að fara að hanna fyrir Bang & Olufsen þá er ég náttúrulega að mun hegða mér öðruvísi ef ég var að hanna fyrir óþekkt kínverskt hi-fi brand. Bang & Olufsen er með sögu, það er með þátíð. Það er eitthvað sem þú átt að taka tillit til og vinna með. Þú ert að reyna að átta þig líka á því á hvað markað eru að fara, hvar eru verðlagningin, hvar eru þið að staðsetja sig. Og sko við lítum á markaðin er svona eins og landslag. Og það í orientation þá ertu raunverulega bara að átta þig á því, veitu er ég að fara til Akureyrar, er ég að fara til Vestfjarða, hvaða dal er ég að fara á og hvað er ég að skilja. Og þessi staðsetning á markaðinum, hún er eins og ég segi, hún er háð verðlagningunni, hvar ertu high-end, middle, low, hún er háð sögu brandsins, er þetta þekkt brand, óþekkt brand, hún er háð hvað er að gerast í þjóðfélaginu. Í dag er nokkuð ljóst að eftir krísuna þá hefur breyst kauphegðun fólks hefur breyst mjög mikið og hvað fólk hefur áhuga á. Þannig þetta er allt saman þættir sem renna saman í það sem við kallum staðsetninguna og við ímyndum okkur einhverja staðsetningu og við hönnum inn í hana. Við veitum hvað mörg eitthvað kannast við semiotics sem er raunverulega greining á hlutum út frá sálfræði tengingu eða hvað sé táknum eða hvaða huglægar merkingar þeir gefa og ég segi þetta ofta við erum að gera sko inverse semiotics. Þannig við erum að reyna að hlaða hlutina sem við hönnum af einhverjum gildum eða einhvað sem fólk les jafnvel ekki sko unsubconscious. Það er eitthvað sem lest raunverulega í maganum frekar en uppi. Af því að sko kauphegðun fólks, hún er yfirleitt, þetta er svona næstu gróft sér 2 skref. Það er að þú sér bara hlutin og þú segir, mér langar í hann eða þetta er flott, þetta er eitthvað skemmtilegt. Það er þessi emotional svona magatilfinning. Og svo er hitt mómentið að þú notar hlutin, þú fer að nota hann. Þú veist, ásla sætur, hann er vonlaus að nota hann. Það er bara ekki hægt að nota þetta handskrújarni eða sætið er óþægilegt eða bíllinn bilar. Og það er sem notkunin er hinn þátturinn og ef að varan stenst ekki þessi 2 moment, þá mun hún aldrei vera successful. En ef hún standst þessi 2 moment, hún er appealing enough þannig að hún kveikir í þér og síðan er hún það vel gerð og framkvæmd og annað að hún stendur undir væntingunum, þá ertu með mjög góða vöru og það er þetta sem þú átt alltaf að hafa í huga. Síðan er það creation þátturinn og þetta er kannski það sem maður talar minnst yfirleitt að því að það er svo augljóst að við erum að við erum að búa til einhvað. En þarna er náttúrulega sko, þetta er svolítið mikilvægt fæn, en það er ekkert mál að vera kreatífur í sjálfu sér. Það er fullt, við erum öll kreatíf á einhvern hátt. En það er voðalega fáir sem mun færri sem geta stýrt kreatífinu sínum. Og það þýðir það að ég er ekki að vinna, kreatíf er ekki bara að vera frjáls og skapa, ekki allavega eitthvað að vinna, en þess að ég er að skapa, ég er búinn að ákveða, ég er búinn að segja hvað ég ætla að gera, þannig ég er að þarf að skapa inn í það box. Þannig að við þurfum að fara fyrst út fyrir boxið og hugsa þetta alveg upp á ný, en þegar þú ert búinn að ákveða hvað þú ætlar að vera, þá þarf þetta hins vegar að hætta að vera svona opinn og kreatív og byrja að vinna inn í boxið aftur og raunverulega vera svona, hvað ég segja, tamin sköpunargleði, getum við kallað einhvern svoleiðis. Og það er mjög mikilvægt og þetta er það sem margir hönnuðir feila á, að þeir temja sig ekki nógu vel. Þeir bara ráða ekki við það og það er svo flott að gera þetta svona oversized, markaðurinn mun aldrei kaupa það og þá gera það samt oversized og svo selst það ekki og allir eru svona hundfúlir og leiðilegir. Þannig að það er þetta líka sem fólk þarf að temja sig svolítið. Og síðan implementation og hún náttúrulega, sko það er fullt af góðum hlutum sem að líta vel út á blaði eða mynd en þegar þú kemur síðan við það og þá eru þeir svona, ekkert gaman að koma við það, þeir eru annars þunnt plast, lélegt plast, það hreyfist að brakar í því og það er mjög mikilvægt og þetta er það sem hönnur klikkaði líka mjög ofta á. Að það er það að þeir þekki ekki framleiðsluferlið nógu vel. Og sko, ef þú hannar eitthvað, þá er þetta svona eins og barnið þitt og þú ert búinn að ákveða fyrir barnið að vera svona og svo setur það í hendina einhver sem fer að taka það úr því og setja það yfir í framleiðsluna. Og þá er þetta búinn að tekur sá aðili og byrjar að túlka þetta eða einfalda og það eru kannski framleiðsluvandamál,
það er dýrar að leysa það svona og svona og ef hönnuður hefur ekki ákveðna þekkingu til að verja barnið sitt, getum við sagt hreinlega, þá náttúrulega verður klúður og við til dæmis erum með verkfræði innan hús hjá okkur. Við förum alveg upp í sko framleiðsluverkefnum, við hönnum hluti og þannig við getum alveg fylgt þeim yfir í framleiðsluteikningana sem fer síðan í mótagerðina þó það sé ekki það sem við viljum helst. En við erum eingöngu með að geta varið okkar börn, getum við sagt. Og það er það sem að fólk verður að skilja í hönnun, að þú verður að skilja að einhver þarf að framleiða þetta, einhver þarf að kaupa þetta líka. Og þetta eru kannski þessi þættir sem að mér finnst ofta á Íslandi vera ansi veikt. Já, þetta er hvað, sko eins og, þetta er svona svolítið það sem ég var búinn að segja ykkur, en það sem við köllum rétta lausnin og þetta er náttúrulega það er einhver trend í gangi í þjóðfélaginu, þú þarft átt að skilja það, þú þarft að búa einhvað sem að neytandinn vill kaupa og hefur áhuga á, þú þarft að endur skilja brandið sem þú átt að vinna með, þú þarft að endur skilja, sko, ef við horfum á vörur, þá er, sko, við getum talað notanda, og mikið hönnun vinnur við að gera einhvað notendavænt eða fyrir notendan. Svo er neytandinn, það er marketing svona attitudeið og þá eru margir að gera einhvað sem er til að neyta hlutar eins og hvernig það er. Og svo er það sem ég hef verið að kalla njótandi og það er það kannski sem er alltaf mikilvægur í dag að því það er offramboð á hlutum að þá er njótanda þátturinn að þetta sé einhvað sem að kveikir í og það er einhvað gaman við að nota hann. Eins og Apple er náttúrulega getið dæmi þegar þeir komið í algjörlega nýtt stýrikerfi að það er bara svo gaman að fletta iPad. Það er bara svo miklu skemmtilega heldur að fara eftir einhverjum svona tree structure og þannig að það er það sem gerir þetta svo spennandi og þetta snýst, las einhvern tímann Steve Jobs að sko hann var obsessed with beauty og þetta er mjög ítalsk tenging í sjálfu sér að sko það er, þetta þurfti að vera fallegt en það er ekki bara fallegt í útlitinu, það þarf að vera falleg hugmyndin og á Ítalíu bello sem er fallegt, það er raunverulega það er ekkert sko endilega útlitslegt þegar maður segir bello. Það er bara, það er einhvað fallegt hvort sem það er hugmyndin sjálf, manneskjan sjálf, það skiptir ekki máli. Það er einhvað, hún þarf að ná einhver og þetta bello eða fallegt, það er einhvað, það kveiki einhverja tilfinningar. Þetta snýst svolítið kannski mikið það. Eins og ég segi, við gerum þetta það sem að trendanalýsunar gera og við erum að vinna og þá erum við raunverulega að skoða, þetta er svona eins og við getum kallað persónusköpanir, þá býrðu til persónur, personas creation kallast það og þú raunverulega stillir upp persónu, þú ákveður og við förum sko það langt og oft á tíðum við gefum þeim nafn og það geta verið byggðar á raunverulegum persónum ef að það eru til upplýsingar frá fyrirtækjunum sem gefa okkur þann möguleika eða við búum það til bara á blaði og þá byggir þá trendum og þá þeir heita einhverjum nöfnum, þessi aðili er svona gamall, hann er með svona mikið pening en við lýsum heiminum í kringum hann. Þannig að markaðsfræðin, hún gefur þér, demografíku, hún gefur þér aldurinn og innkomu og eitthvað svona, en hún segir ekkert smekk. Og þetta var kannski auðvelt á 7. áratugnum þegar við skulum segja heiminum var steyptur í færri mót, en í dag er heimurinn ofsalega sami aldurshópur með sömu innkomu á sama næstu í landi, það getur verið með ofsalega ólíkan smekk. Og það er umverulega alltaf að versna, getur við sagt. Fyrir framleiðendur er þetta náttúrulega hið versta mál að þurfa aðlaga að svona ólíku. Og þetta snýst svolítið að skilja persónunar. Þetta snýst að skilja hvað eru trendin. Ég meina, ef við horfum á trenda þá er þetta svona næstu eins og hérna fossar. Að listaheiminum er kannski svona sem kemur fyrst með einhvað og þá eru listamennir að skoða þjóðfélagið, rýna eða greina það og þeir eru einhvern veginn að lesa það og segja út frá því. Cutting edge design, það er svona kannski húsgagnahönnunin svolítið mikið, hún er að reyna að túlka það og þeir horfa svolítið listamannana, hvað er að gera spennandi nýtt sko, og þeir eru misjafnlega meðvitaðir þetta. Síðan kemur önnur hönnun og þetta eru svona eins og ímyndaður svona fossar sem ganga í svona. Og aðal vandamálið það er vel ekki að greina trendin per se, en þau er ekki það flókin. Það er átt að segja hvar í fossaröðin ertu. Ef ég tek einhvað, og þetta er önnur mistök sem hönnunir gera mikið, ef ég tek einhvað voða hipp og cool trend og set það á tannbursta, það virkar ekkert. Fólk sem kaupir tannbursta er ekkert að kaupa hipp og cool hönnun. Það er að kaupa tannbursta sem það þarf að virka og nota. En af því að við erum all háði hvað er í kringum okkur, við erum háði öllum hlutunum sem við sjáum annað, á einhverjum tímapunkti, þá er einhvað trend í lúkkið öðru, það er komið á það stig að almenni neytandinn ætlast til þess að sé líka í tannburstanum. Og það er þetta sem er svolítið kúnst, það er að lesa
hvar ertu stattur og hvar markaðurinn og vöruflokkurinn, hvar hann í þessu? Það ekki að taka, þetta snýst aftur að temja sig, sko, að taka bara, vá, þetta rosa flott og smart og ég ætla bara að setja það á fiskverkunarvél. Það virkar ekki eins og fólki sem kaupa fiskverkunarvél, það pirrast yfir því. Annað að búa til upp, hvað að segja, hugsa hlutinn og þetta reyndar sko storytelling við veitum hvað þið kannast við það mjög mikið nota núna, þetta annað sem hönnun gerir mikið af og reyndar hönnun náttúrulega sko svolítið skrítið fyrirbræði, hún svolítið þjófur. Hún sko, við stelum voða mikið og tækjum og tólum úr öðrum greinum og þetta raunverulega klassískt úr sko kvikmyndagerð. Af því að sko kvikmynd náttúrulega alveg bara búin til upplifun. Kvikmynd eitthvað sem búið til og þú lifir inn í einhvern tíma. Og það svona storyboard, storytelling og annað slíkt. Og það reyndar mjög skemmtilegt dæmi, bara nýlegt, sem kannski mörg eitthvað kannast við, það hérna Kex Hostel. Það svona, þeir eru ekki hönnuðir þar og það var svona markmið hjá þeim að kemur engir fræðingar að því verkefni. Þannig að það voru engir hérna, þeir gerðu grín af verkfræðingum, þeir gerðu ljósafræðingum og ljósahönnuðum og öllu, en þeir sko strákurinn á bakvið að koma úr kvikmyndagerunum og þeir notuðu sviðsmyndahönnun, náttúrulega hönnuðu líka sko. Og hann tekur bara þá tekník sem gert við bíómyndagerð og býr til stemninguna sem þar út frá því. Og það svipað á hönnun, við erum að nota sama, þetta verkefni sem við erum að gera fyrir 3M, fyrir Asíumarkað og þar erum við að nota tekník sem kemur úr kvikmyndagerunum storytelling og búa til sögurnar og stilla þeim upp. Og hérna erum við raunverulega að segja, sko þetta fyrir 3M, þar erum við að hjálpa þeim að búa til sögur þar sem tæknin þeirra að leysa ólík vandamál. Og þetta hluta því, þetta var kynning sem var gerð fyrir Hyundai og SEO, alla kínversku bílaframleiðara, raunverulega til að opna hugan hjá verkfræðingum og hönnum þar hvernig þið gætu hugsanlega nota 3M tækni í sinni vinnu. Og í staðinn fyrir að koma að segja, þessi filma, hún gerir þetta og þetta og þetta, og hún svona þinn og þá búum við til sögu hvernig hún var notuð. Og þetta allt öðruvísi nálgun og opnar miklu fleiri hurðir gagnvart sko, til dæmis hjá 3M að selja inn á bílafyrirtækin. Skilja brandið, þetta kannski það sem nokkuð augljóst í dag, en það alveg, þú verður að skilja fyrir hvernig þú ert að hanna. Þú verður að setja í það hvaða brand ert að vinna fyrir. Og hvað það staðsett og það verður að vera coherence. Eins og þegar við gerðum fyrir nokkrum ára síðan, tök bara dæmi kaffitár. Og það Addi sem bjó til kaffitár og þannig að kaffitár voru nátengt henni sem persónu. Og þegar við unnum það verkefni, þá skoðum við Addi og við löpum með Addi og kona mín sem var að vinna með mér í því verkefni, hún fór með Addi í heilan dag að vesla til að átta sig á smekknum hennar Addi og öðru slíku. Þannig að logoið sem við gerðum mjög langt frá því sem Tega kaffi að gera. Vegna þess að þú myndir ekki, þó að Tega kaffi kannski meira smart þegar kom út, svona flottara logo og allt þetta, þá myndir það ekki passa við það sem kaffitár Þess að Addi ekki þannig, hún myndi aldrei klæða sig þannig. Og það þetta sem þú verður áttaði á að hvert og eitt brand, kaffitár svolítið auðvelt, en hvert og eitt brand með einhverja tilfinningu og tengt einhverju hugafólks og þú verður áttaði á því og hann inn í það. Þarfir, þetta náttúrulega etnografíur og annað slíkt, en það að skilja þarfir neytandans. Hvað það sem hann vill? Hvað það sem hann vill fá bæði þá tilfinningalega séð og eins líka bara notkunar séð. Og svo síst og ekki, og það það að hanna allt þetta síðan. Þið kannast nú kannski mörg eitthvað við Kóni-lyftur. Ég sé að það ganga mjög vel að það mikið selt af þeim á Íslandi. Þetta mjög skemmtilegt verkefni. Allar Kóni-lyftur eru hannaðar og verkfræddar á okkur. Það að segja all þessi búnaður, ekki sko lyftan sjálf, heldur innvolsið, ljósið og allur control panels og allt það. Þetta verkefni sem við byrjum 98 til 2003 og það byrjaði á trendanalýsu vegna þess að þú byrjar að hanna lyftu og hún kemur á markað 5-6 árum seinna. Og þá þarfst að skilja, hvernig verður markaðurinn eftir 5-6 ár. Þannig við byrjum hérna að gera trendanalýsu fyrir það og til að átta okkur hvað var að gerast og þá fundum við að lyftur eru raunverulega eins og herbergi, þannig að það raunverulega eru nær eldhúsinu. Þannig að við notum eldhúsi sem viðmiðunar, hvað að gerast í eldhúsi, hvaða efni í gangi og svo framvegis. Og síðan gerðum við rannsóknarvinnuna með þeim að skilja hvaða tækni eigum að fara í capacitive sensors, eigum að vera með bottom mechanic,
síðan hönnum við það og síðan unnum við með Rafi sem þýskt fyrirtæki sem sér sem Global Supplier hérna og við sem sagt vorum með verkfræðina líka á þessu. Og þetta ágætis dæmi að því að til þess að ná árangri, þetta hefur verið mjög successful. Þetta bæði það er mjög ódýrari framleiðsla heldur en kerfin sem við vorum með. Það er mjög meira flexible, en þess að sko eina grunnvandamálinu þeirra var að aðilar á Spáni á 97-98, Svíar, sænsk byggingafyrirtæki voru búin að átta sig á því að það var alveg sama lyft að var seld á Spáni og var seld í Svíþjóð. En hún kostaði 1/4. Þannig að menn voru fann að kaupa lyftur þá á Spáni og keyra þær upp yfir. Þannig að hér grunninn í þessu verkefni var að búa til standard system, þannig að það allt sem fyrir aftan panelana allt sama. Það algjörlega óháð hvað á, en það eru panelarnir sem breyta, það ekki sýnt sérstaklega góð þessi mynd, en það eru ólíkir panelar framan á, ólíkir litir og annað slíkt, þannig að þú komið system sem lítur öðru út og svo stýra þér á software að hún lyfturnar sem á Spáni þarf að fara aðeins hægar, heldur en það sem norður frá. Því að þú þarft einhvern veginn að, réttlætta verðmunin sem á þeim, en innvolsið alveg sama og þetta algengt líka í elektróník, að það mikið af vídeo eða elektrónísku tækjum raunverulega framleiðslan svo sama svo það stilt bara af upp á hver staðsett í markaði. En það sem sagt hérna að hanna og eitt af stóru vandamálum í lyftuhönnun, ég hef aldrei hugsað að það engin lyfta eins. Það engin lyfta með sömu hæðir svo til að segja, það allar sér. Þetta mjög flókið logistik. Og hannaferli sem að gera þeim auðvelt og ódýrt mass production attitude í huge flexibility, það var challengeið í þessu verkefni utan við það náttúrulega átt að sjá trendunum. Síðan ætla ég nú bara hérna að labba yfir eitthvað af verkefnum, svo þið bara sjáið, já ég búið með tíman, þannig að ég bara renni yfir svona svolítið verkefnum þannig að sjáið aðeins breytin í því sem við erum að gera. Og þetta Pico projection, það þessi litlu pínu og þetta eiginlega fyrsti svona successful Pico projectorinn sem að koma á markaðinn, við gerðum þennan 2009 og við erum þetta að vaxa mjög hratt þessi geiri. Hann að vaxa hraðar heldur en stóru. Og ég held að við séum með 3 Pico projectora í hönnun núna sem verða kynntir, það í sýningi í hérna Las Vegas núna bara helgina. Þetta annar, aðeins stærri og flóknari. Þetta enn og stærri. Því að við byrjum, við erum búin að hanna fullt á svona projektum og hérna til dæmis mjög gaman að því að þetta svona little home station, þú veist, það DVD, það surround system og short throw protection allt í sama pakkanum. Og svo þið áttu ykkur á því, þetta svokallað short throw tækni, að hann að varpa þessu samastarf á þetta hérna. Hann miklu nær. Þannig að hann svona getur verið með hann fyrir framan raunverulega, hún þarf ekki að vera fyrir aftan fólkið eða veist það. En þetta get ég talað í til dæmis í hálftíma, þannig að við skulum bara halda áfram. Þetta annað fyrir Kiko, við vinnum mjög mikið fyrir Kiko, sem þið kallar Chico. Það eru barnavörur og þetta sem stóll sem hugsað til þess að hann vex með, þú veist, þegar þú ert smábarn, þá ertu við með hann svona, svo vex hann hægt og rólega og strúktúrum breytist og þú raunverulega hann getur vaxið alveg upp í þangað að barnið orðið 12-13 ára. Þannig að það eru hann með 3 stig, getur við kallað. En kemur hugmyndin frá þeim eða frá ykkur? Hvaða hugmynd? Hugmyndin að þessari hönnun til dæmis. Bara kemur hugmyndin upphaflega frá þeim og þig útfærið hana. Bara já, við viljum fá svona stól sem að vex með börnunum eða? Sko, það eru nefnilega í öllur hönnun þá eru margar hugmyndir. Og það þess vegna sem ég var að spyrja hvaða hugmynd. Sko, fyrirtækja segir í þessu tilfelli, við viljum, þið kannast við stokki stólana. Og þeir hafa náttúrulega mjög mjög árangur en þeir líka vaxa með börnunum. Þeir voru Kiko var með svona mikið plast, risaplaststól, þið sjáu það ekki hérna að það álstrúktúr miklu meira hér og þeir vildu fá stól sem myndi vaxa með, það var það sem þau vildu. En það var ekkert meira en það Þannig að afgangurinn, hvernig við leysum það, hvernig við nálgumst það, hvaða útlit á honum, það allt okkar. Þessi hérna, videoprojektor, eina sem 3M komið til okkar var, þeir voru nýbúin að finna þessa short throw tækni og við erum með short throw tækni og það æðislega flott, hvað ég á að gera við hana? Hér var fór töluvert langt verkefni á stað og það kom út úr þessari grunnvinnu, þá komu 6 ólíki videoprojectors fyrir, educational use, home use,
play, game use. Það sem við gerum svona rannsókn sem hvernig hægt að nota short throw? Hver kosturinn á short throw miðað við venjulega? Hver eru veikleikarnir í hefðbundinni video projection sem þessi tækni getur leyst? Og byggum til svona scenarios og út frá því byggum við til svona alveg portfóljó af hugsanlegum konseptum og síðan fóru einhvað af þessum konseptum áfram og þetta fór í framleiðslu og svo framvegis yfir ákveðin tíma. Þannig að það allur gangur á því. Það ekki, yfirleitt kemur samt, við erum ekki fyrirtæki sem að býr til hugmynd og svo segir við, hverjum langar í hana? Við erum yfirleitt á commission. Það bara komið samt, þetta eru vandamálin, við erum raunverulega problem solving á ákveðin hátt. Stóri munurinn bara problem solving í okkar getur verið markaðslega séð, það getur verið verkfræðilega séð, það getur verið útliðslega séð, það er mjög ólík en við erum raunverulega alltaf að leysa einhver vandamál hjá einhverjum sem kemur til okkar. En þau eru mjög ólíks eðlis. Þetta annað fyrir Kikko, við höfum hannað alveg helling fyrir þá seinustu árum. Og þetta eru svona, hvað heitir það? Til að fylgjast með börnunum. Barnapía. Ég held að myndi heitingu flokkar. Þetta eru pilar. Til dæmis þetta mjög skemmtilegt verkefni að þeir voru með 2 pela gerðir, eitt sem var beinn og svo voru með eitt sem var með hálsinn skakkan og það var svona historik vara hjá þeim sem við notum mjög til að það hendar betur þú ert mjög smábörn. Þetta var náttúrulega tvær flöskur og fleiri túttur og það sem hérna reyndar fæðist í verkefni hjá okkur þessi hugmynd að við leysum, þetta alveg sama flaskan alltaf, svo bara ólíka stærðir og síðan eru túttunar ólíkar eftir því hvort það smábarn, 2, 3 eða þú veist hvað aldur það og við lágum hliðarhallunum þeirra raunverulega í túttunni sem að síðan náttúrulega með mjög sterkar tengingar yfir í brjóst. Þannig að það náttúrulega mjög svona subconscious nálgun hérna líka. Og þetta er kostur að vera með þennan halla fyrir smábörn. Og þess vegna vorum við með hinn, en þannig að núna erum við búin að, í þessu verkefni þá séum við að við erum búin að einfalda framleiðsluna þeirra. Það er 1 flaska í staðinn fyrir að vera með 2. Við erum með sama system, þannig að þeir eru með sömu túttunar á allt hjá þeim. Og það eru ólíka stærðir, en það er allt í sama systeminu og við erum með mjög iconic shape, þetta lítur allt öðruvísi út heldur en það sem var áður. Og þessi hugmynd, það aldrei verið gert áður, að við erum með function sem við vorum með, en við erum komið með henni miklu meira emotional setup heldur en var. Þessi var að ganga rosalega vel. En þú sér þannig erum við búin að leysa, við erum búin að einfalda, þú veist það er ekki bara útlitir og flottar eða betra notkunin og svona, en við erum líka búin að einfalda framleiðsluna mikið hjá það. Og það er þetta sem að hönnun getur gert mjög vel ef hún fær að vinna vel með fyrirtækjunum, bæði verkfræðingunum og markaðsupplýsingunum og svo framvegis. Þannig að þið eru að hugsa neytendan og njótendan líka? Við erum alltaf að gera það. Það er það sem hönnun gerir yfirleitt Ef hún vel gerð, hún alltaf að reyna að hugsa hlutina út frá öllum. Og þess vegna eins og að segja áðan hún svona ensinn sem leipur á milli. Auðvitað verkfræðingun og framleiðslan með ákveðin vandamál og við erum að reyna að segja hvernig getum við leyst þeirra vandamál. Þeir voru erfiðari framleiðslulína, dýrari, svo framvegis, hvernig getum við einfalda en við erum að reyna að gera á sama tíma, við viljum ekki gera afslátt á upplifuninni á hönnuninni. Og það þarf ekki alltaf að gera afslátt Þetta eru barna svona, hvað heitir það? Þetta er ljós og músík til að sofna og barnið getur leikið við það. Þú talaði commission, ef maður spyrja varðandi innkomið til ykkar, þá semjið þið bara hlutvarlega sölu þá það slíkt? Ég myndi gjarna vilja það, en nei. Ef við værum, hefðbundin í hönnun ef við værum að hanna húsgögn, hendans lífstils, þá færðu royalties. Það er prósentur af sölu og það er að því að þau seljast ekki það háu upplagi. Þegar við komin í neytendavöru eins og við erum sem eru að seljast í milljónum, það eru menn sem fenguð á 7. áratugnum og 7. og lifa ágætlega á því ennþá Þannig að það er alveg búið. Ég myndi gjarna vilja fá bara pínulítið af hverju en þetta er bara, við seljum bara hönnunarverkefnið. Það er bara, þetta er verkefnið, þetta er processin, þetta er workplanið, þetta er kostnaðurinn og það er búið. Það er mjög sjaldan við fáum bónusa eða einhverja tengingar við það. Þannig að ef eitthvað gengur mjög vel þá bara fáum við meðri viðskipti í sjálfur sér? Sjálfur sér, já. Ég spil ekki samband við svona eins og með eðan með láðan. Má segja líka að við smart og fólk að við hafa dýrara
Já. og einfaldara framleiðslu. En hvað með hérna, já þess að það ekki málið að í raun og veru eftir líka að láta kúnnan geta selt á dýrara? Það getur verið allur gangur sko. Jú, en það er ekkert alltaf. Ég meina, sýningur á eftir, seinast það er tæki fyrir astma. Það sem markmiðið hjá fyrirtækinu var að þeir sko selja lyfið og þetta eru svokallaðir speyserar. Það sem að sko, mann var að kaupa það á 100 evrur, eða þú veist, á þeim tíma. Og markmið fyrirtækis var að gera hönnun sem var auðveldar að nota en ódýrar framleiða að þeir ætla að gefa það með lyfinu. Þannig að þá var markmiðið akkúrat þveröfugt, var alls ekki að hækka fattaru verðið. En sko, þegar við vinnum til dæmis fyrir 3M, 3M er mjög leiðilegt fyrirtæki til að vinna fyrir ákveðinn hátt. Vegna þess að þeir selja allt dýrara en allir aðrir. Það er bara 3M þá er það dýrara. Oft á tíma er það vegna þess að þeir eru með sko lausnir sem eru bara betri, eins og límið þeirra, þeir eru bara betri, þannig að það er réttlætanlegra. En oft á tíma ef við erum að gera bara penna eða eitthvað svoleiðis, þá er erfitt alltaf að reyna að segja að hann er eitthvað betri. Þú veist, það er ekkert svona einfalt. En af því að þeir eru með strúktúrun hjá sér þannig að margínan þeirra er mjög há, þá þurfum við að hanna hlut sem lítur betur út en samkeppnisaðilinn og er ódýrara að framleiða, en þess að annars er hann dýrari. Þannig við verðum að ná að vera jafn, til þess að vera á sama verði á samkeppnisaðili, þá verðum við að hanna hlutin ódýrari í framleiðslu, en hann verður aldrei alveg hann dýrari, þannig við verðum að gera hann samt flottari. Þetta er tölvöld challenge í 3M sko. Er þið líka í samkeppnum eða? Mjög lítið sko. Mjög lítið. Við erum yfirleitt á hérna bara, en þetta nú ég náttúrulega sýningum mjög ekki protodesign sko, svo sum ykkar kannski vita náttúrulega hér á Íslandi hef ég náttúrulega, því hér er ekki mikið af framleiðslu. Þannig ég hef kannski unnið miklu meira í sko branding eða hönnun, eins og Bláalónið fyrir mér sko, ég unnið þar síðan 97, sko þar var ég að hanna fyrirtæki. Þar var ég ekki að hanna hlut. Þú veist, það snýðist upplifun og annað, en það snýðist líka að hanna raunverulega allt viðmótið við neytandann hvernig hann kemur að. Þannig ég var með arkitektunum í þeirra ferli og svo framvegis. Og einhverju kannski eins og, ég veit ekki hvað þekki verkið Vatnavinir, sem er svona pro bono verkefni, sem er svona sýn fyrir Ísland heita vatnið og vatnsnotkun og hvernig Ísland gæti nýtt sér það í markaðssetningu og annað. Þar erum við náttúrulega komið mjög langt frá hlut, eins og þessum. En nálgunin er alltaf hönnunarnálgun eða hönnunarhugsun. Og ég var að hugsa um það í morgun þegar ég kom hingað, ég ætlaði kannski ekkert að sýna ykkur neina myndir og tala um hvað hönnun er, sem er kannski annað issue. En það er akkurat þessi sko, ég er kannski stór hættulegur og meðeigendur mínir eru ekkert voðalega ánægðir með mig, ég teygi hugtakið mjög mikið stundum. En mér líður alltaf að ég sé hönnur þó ég sé að gera eitthvað sem einhver haldi að ég sé markaðsmaður eða verkfræðingur eða business consultant sko. Þannig að því ég nálgast það samt alltaf á þennan hátt að reyna átta með hvað er hægt að gera spennandi en án þess að vera að flækja málin. Þetta er ABB, við sko náttúrulega gerum ótrúlega marga hluti þar en við líka verið sko, hvað ég var að segja, hönnunarlöggan þar. Og svo við gerum fyrsta hérna protodesign manualin hjá þeim 92. Þar sem við leggjum línunar hvernig hlutur hjá ABB eiga að vera hannaðir. Og það er umverulega sko, það fer allt eftir því, þannig að við erum svona hönnunarlöggan þar og við erum bæði gert á low voltage og automotive production og high. Og mér hérna sjáu þið, þetta eru circuit breakers, þetta er reyndar sko 3. kynslóðin. Þannig að við erum svona alltaf að þróa það hægt og rólega. En sko síðan í kringum þetta, þá eru, ef þú horfir á eins og accessories og allt þann pakka, þá þetta skipta þessu út og annað, þá þetta kannski komið 300 stykki í þessa vöruflokka. Þannig að það er mjög flókið að hanna þetta hérna vegna þess að þú ert með system. Það er allt öðruvísi að hanna system heldur en að hanna stakan hlut. Eins og kannski mörg ekki að þekkja, sko. Það er svolítið erfiðara. Þetta er fyrsti sem við gerum 90 og sem dæmi hérna þetta var restyling raunverulega. Það var ekki viljið til að gera algjörlega nýtt, þannig að við breyttum framhliðinni, breyttum litunum, bjuggum til hennan svona sjáðu strúktúruna því að hér getur þú tekið út plötuna og sett nýtt inn. Þannig að vandamáli hér var hvernig höndlaru hann líti sko skikkanlega út og það sé alltaf verið að breyta honum. Og þetta er mjög gömul hönnun, hún vann Combassadoro sem er svona topp ítalsku hönnunarverðlaun og fór úr 20% market share upp í 95. Hann átti markaðinn í sínum geira í 5-6 ár þessi og það er ekki, sko, það eru 2-3 ár síðan hann fór úr framleiðslu frá 90. Það er annað sem önnur þáttur sem við erum stoltir af í Design Group. Við eigum ofsalega mikið af vöru sem er ennþá í framleiðslu
sem að, sko, var hannað fyrir meira en 10 ára síðan. Eitt pennin sem við gerðum, sko, löngu, ég var bara lítill strákur á Íslandi 75, hann er ennþá í framleiðslu á Ítalíu. Og þetta finnst okkur náttúrulega mjög gaman að sko, ef þú gerir hlut sem að heldur áfram að seljast óháð trendum, þá þýðir að þú hefur hitt á einhvað sem maðurinn, að því sko, það er einhvað sem okkur finnst fallegt og gott sem er óháð trendunum. Og það er þessi dýpri emotional tenging og það er það sem okkur finnst náttúrulega mest gaman að. En ég meina eins og í ABB, það er rosalega erfitt að samfara verkfræðinga í Svíþjóð 93 að hönnun skipti máli í svona vörum sem fer bara inn í skáp og inn í verksmiðju. Og Samskipti ykkar við verkfræðinga, nú þegar verkfræðingar fara út í vöruþróun þá líta þær á hönnun bara sem hluta af vöruþróunarferlinu. Hvernig er svona samskiptin ykkar við þá verkaskipti? Það hefur svolítið breyst, það var náttúrulega alveg hræðilegt. Þetta var, maður svona á 9. áratugum þá var þetta stríð. Þá vorum við alltaf í stríði við verkfræðinga. Síðan á 2000 þá vorum við í stríði við branding og markaðsfólkið. Það er svona aðeins breyst. Verkfræðingarnir voru miklu auðveldari að vinna með verkfræðingum í dag. Það er mikið breyst hugar. Þátturinn og til dæmis eins og í ABB að lengi vel að þá var, sko, þeir kláruðu hönnun og kölluðu okkur í endan og við fengum að mála. Eins og ég kallaði það svona paint job. Við erum alltaf búin að reka mikinn áróður og fyrir að vera með í byrjun og svo einhverjir eru til í að gera það sem pröfur á sínum tíma og þau verkefni hafa náð miklu betri árangur og sölu og þá fer það að fá argument sem þú getur sagt fólki þetta er betra svona og til dæmis einn af kostunum að þetta norsku verkefni sem við gerum sem var mjög skemmtilegt að þar voru við dregnir í byrjun í þarfagreiningar þættum og við teiknum upp svona vision á því hvernig þetta var svona modular system. Þetta eru ring main units sem eru svona hvað heitir svona mid voltage orku, dreifikerfi. Og það var, eins og hann sagði við með pródúsgæðin, þetta var alveg ofsalega gott fyrir hann vegna þess að vandamáli var, allir fengju module sem þeir áttu að hanna og það var bara lýst á blaði. Svo fóru verkfræði teymin af stað og hver og einn sagði, skiptir ekki, þetta helgi lausning, ég bara tek aðeins fyrir hérna og aðeins út fyrir og þá læsi ég þetta miklu einfaldar og miklu ódýrar að leysa það svona. Það gerðu þetta allir og hluturinn sem var búinn að ákveða þetta voru svona lítil, hann bara stækkaði. Þannig að á endanum var þetta litla ringmennjónu sem fara á svona lítil hús, það var alveg of stórt. Þegar við vorum dregnir að því og teiknum það upp strax hvernig ætti að vera og hvernig ætti að virka og notkunin og annað slíkt, þá sá allir, já, ég má ekkert, ef ég fer út fyrir, þá er ég fann að fara inn á svæðið hans Geirs eða þá er ég fann að fara inn Gunnu og það hjálpaði teyminu að passa sig og endurhugsa, þið vitið náttúrulega sko, það eru til 1000 leiðir við að leysa út vandamál, það er aldrei ein leið til og þá segir þetta er ein leið en ef ég má það ekki að því ég má ekki fara út fyrir svæðið, þá verð ég að fara tilbaka og finna aðra leið og það er þetta sem að hönnunin hún er dregin að fljótlega í ferlinu að þá getur hún sko hugsað hvernig neytandinn er og við til dæmis að þetta var ring main unit og það er öryggismál í þessu að því að þú vilt ekki vera að vinna við þessu ef það er ekki búið að taka spennuna af og það er svona alls konar security locks og við til dæmis komum með þessa hugmynd að setja, hvað heitir það, við setjum já, blessaður, hellir við notum extruded profiles og síðan notum við svona teflon púða og hjólabremsu system. Þannig að þetta var allt saman tengt, þannig að all security lock var byggt á þessu systemi og á sama tíma notum við extruded til þess að renna plötunum, en allar plötur, ímyndið okkur þetta svona eins og bara kassi með svona, ferningu fram og þau voru að festu með fjórum skrúfum. Þú komið í modular system, alltaf 4 skrúfur og það þarf að taka þetta af og opna og þegar það tekur af þá þarf að setja einhver mekanisma. Við settum allar funksjón inn í extruded panelinn, þannig að það eru hjarirnar komnar, festingin einn og þegar þú snérir því þá ítt hann á einhver pinna sem festi til annað. Þannig að við fækkuðum mechanical parts. Ég held að við farið 250 mechanical part úr produktinni. Af því að við komum með algjörlega nýja nálgun á hvernig var þetta að leysa málið. Það var dýrar að nota extruded panel heldur bara stálplötu og festa hann með 4, en þegar þú varst búin að reikna heildardæmið þá var það ekki dýrara og það er þarna sem að sko hönnun getur verið mjög sterk með verkfræðin að challengera known truths. Þetta eru skrújárn, við gerum mikið af skrújárnum og pennum og svona hand tools, það er og maður ekki hvað það kemur,
Já. Og hér til dæmis mjög skemmtilega mikil vinna á sko gúmíinu, gripinu. Og þetta grip núna að fara á allt. En þetta þriðja generation. Við gerðum fyrsta 2000, fyrsta skrúfurinn þar sem við breyttum mikið nálgunum. Við gerðum mjög svona organic form sem var ekki hefðbundið, mjög kóperað. Núna erum við hins vegar 10 árum seinna að fara aftur yfir í meir svona stílform. En þið sjáu lúkið þetta svona svolítið eins og bílabransin með þessi form. Þannig við erum svona með tengingar, beta náttúrulega mjög sterkt í honum. Þetta annað verkefni sem ég geti talað taldið tíma. Alls konar tæki og tól. Þetta lyftuna sem ég var aðeins búinn að koma við. Og síðan erum við mikið í sportgeirunum. Hérna hönnum við gleraugun en við hönnum líka brandið og alla framsækninguna. Það er sænskt norskt fyrirtæki sem keypti þetta var svissneskt fyrirtæki og við höfum verið að vinna með þeim í skíðahjálmum og reiðhjólahjálmum. Þannig að við hjálpum þeim að breyta lookinu, logoinu og öllum bakkanum og öllu kynningarefni og svo framvegis. Þetta líka svolítið sérstæði hjá okkur. Það ekkert voðalega mörg hönnunarfyrirtæki sem eru með branding og pródúkt saman. Þetta yfirleitt aðskilin heimar. Reiðhjólahjálmar, ég held að fyrsti reiðhjólahjálmur sem að Design Group gerði 79. Þannig að það var einn partner sem gerði það, þannig að sko Design Group hefur alltaf átt reiðhjólahjálmar í öllum þróun sem hefur orðið í reiðhjóla þegar hún var framleiðslutækninni. Þannig að hún svolítið breyst í gegnum tíðina. Þetta eru skíðahjálmar sem komast 2006. Hérna til dæmis mjög skemmtileg nálgun að þetta allt saman sama mótið. Þannig að hér var gerð ákveðin trendanalýsu og staðsetningamál og til þess þá sko dýrastir framleiðslan Shell og síðan þessi partur, við breytum honum og breytum dítilunum. Þannig að þarna náum við með sama elementinu að náum við 3 ólíkum staðsetningum á markaðnum. En sko investmentkostnaðurinn ekkert þrisvarsinnum. Þetta ég kallar þetta nú bara, þetta eru svona skartgripir í sjálfu sér. Hjólaskartgripir. Þannig að við gerum svolítið af þeim, þetta svona high-end, en þú veist þetta, ég man ekki hvað þetta kostar 800–900 €. En þú sparar þér 25 grömm. En það svona extreme, ég veit ekki hvað það nú reyndar að koma líka á Íslandi, en það svona, þessi svona racing cycle á Ítalíu náttúrulega mjög mikil hjól á þó. Og það svona tíska hjá topp business-gæðunum að eiga hjól og segja, hvað gerir þú marga kílómetra ári? Já, ég í 22.000. Já, ég 27. Það svolítið issue sko og þá náttúrulega vera með léttasta hjólið og peningar ekkert issue þannig að við gert svolítið á svona, hvað sé ég, recycled jewelry. Það byrja hérna sko, í fyrirtækinu. Já, það ekki. Við höfum gert svolítið af svona, alls konar, þú veist, components og parts. Þetta tannburstar, þetta reyndar ekki fyrsti, við byrjum 97. Þetta svolítið athyglisverður tannbursti vegna þess að hann var í mörg ár mest seldi tannbursti í Evrópu. Japanátt var þetta sko einn dýrasti tannbursti í Evrópu. Og það náttúrulega gaman fyrir fyrirtæki eins og Unilever þegar það næst saman. Hér þetta mjög meðvitað, þú veist, það ekkert samsvörun á milli kostnaðar við framleiðsluverð hérna og söluvers. Dýrustu tannburstanir, þeir eru ekkert endilega 20% dýrari, þú veist, þeir geta verið kannski 10–15% dýrari að framleiða heldur en ódýrasti. En þeir eru staðsettir allt annars staðar. Það sem svolítið magnað hérna, þetta fyrsta skipti sem að gúmí notað í hausnum. Þetta var aldrei verið gert áður, núna það allir tannburstar eiginlega með þetta í dag. Annað sem við gerðum, við bjuggum til þessa lamella. Þannig við bjuggum til það sem við kalla whitening kategóri, sem við náttúrulega hefur stækkað mjög mikið, þau eru alltaf eftir 2000. Þetta sko 11 ára gömul hönnun. Þannig við bjuggum til kategóriina og þú finnur sko, þú veist þetta emotional, þú kaupir hann þegar þú sér þann, en þú finnur líka að þú notar hann, að þá sko, þú finnur þú rennir tungunni yfir hérna tennunar, þú finnur að munur fyrir og eftir. Þannig þú hvað sensorial feedback á það. Og annars sem við gerðum, við notum, sjáu þið sko gúmíið, venjulega voru gúmí bara notað á thumb area eða eitthvað slíkt, við snýrum þessu við, þannig að allur bustin úr gúmí í sjálfu sér. Og við notum þetta mótíf sem svona, sko, þetta svona subconscious. Þið verður áttu að því að þegar fólk kaupir tannbursta það stoppa cirka 30 sekúndur á hillunni og velur. Þannig að þú hefur 30 sekúndur til þess að ná fólkinu athyglinni. Þannig að við með því að gera burstan úr þessu formi sem hvað skrítið, hvað þetta? Þá ertu að tengja saman funksjónin sem í höfðinu og útlitið sjálft. Þetta hluti af success
Síðan var þetta svona gúmí-lamellas, þannig að þú ert líka með það í puttunum, þú ert með það í hendinni. Þá finnur þessa mýkt sem að Gillette gerði þetta seinna á rakvéla, kvenrakvéla vélinni sinni. Og það gúmi ekki silikongúmi? Jú, þetta er TBE, þannig að þetta er plastefni. Jú, já, þetta er raunverulega gúmí. Sagði ég plast, já, ok. Það er ekki ráð. Þannig að það er gúmí. Og athyglisvert líka hérna að sko, bara svo áttu ykkur á einingunum, framleiðslumótið hér, þegar það var gert 2000, það kostaði 1,2 milljónir evra. Bara mótið. Þannig að þú áttu ykkur á tölunum sem eru í mass production. En sko í hvers skipti sem að mótið lokast og opnast, þá koma út 16 tannburstar og það eru 4 efni í honum. Þannig að algjörlega anti-environment eins og mest getur orðið. En það lokar, það er steypt fyrst, opnast, róbotinn snýr, lokast. Þannig að þetta er mjög flókið mót og þegar að eins og Unilever setur svona mikið pening í mótið, þá náttúrulega vill það ekki að hann seljist ekki. Þannig að hér er rosaleg vinna í rannsóknir, grunninn, focus group test og allt svona. Og hér til þess að vinna með Unilever er felja öðruvísi en aðrir, en þeir gera ekkert á þess að focus group test, marketing test út í eitt. Út í marga frumgerðir fyrir svona og ná þessum tekni í því? Jú, og þeir eru einlega pilot modes líka og þetta er langt ferli sko. Og þetta er bara tannbursti. Þetta er annar tannbursti. Hérna gerðum við öðruvísi notkun. Sko, hárin eru hérna í litlum plastkubum sem sita í lofti. Þannig að þetta er sama koncept og skornir. Þannig að þeir sita í hausinn, þeir sita í raunverulega lofttæmi og það er aðlaga sig meira að. Og þetta er svona fyrir yngri hóp. Síðan gerum við mat líka. Og ekki pakningarna, við gerum pakningarna líka reyndar en það er ekki máli. En það sem er gaman hérna er sko fyrirtækið Galbani, þetta býr til mozzarellur og mennurinn átt að segja á því sko, hvernig getum við sett meira á mozzarellu. Og það er það sem við getum kallað on the go, fólk sem í hádeginu, hvernig getum við auðveldað lífið eða þú veist það er engin tíma, þú kemur heim, hvernig get ég búið til eitthvað sem lítur fallega út en ég var fljótur að gera. Og ég veit ekki hvað mörg eitthvað kannast við orecchiette. Orecchiette er hefðbundið pasta frá Puglia, það er hællin á Ítalíu, sem er með þetta lag. Þannig að hér var sko grunnverkefni, þar sem við vorum margar hugmyndir, þetta er svo fyrsta sem fór í framleiðslu, að við erum að tengja mozzarella við þekkt form. Orecchiette er þekkt form og þannig að Ítalíu er svolítið hefðbundið, þannig að þú þarft að vinna svolítið með að vera ekki að gera eitthvað algjörlega skrítið öðruvísi og sama tíma náttúrulega þetta form, það tekur mjög vel olíuna, tekur mjög vel grænmetið þannig að það hendar mjög vel í salatgerð, hendar því í pastað. Þannig að þetta er svona auðveld pasta en samt sko gerir einhver það hérna lítur nú ansi vel út. Við gerum mikið af pakningaumbúðum reyndar í þessum geira og þetta Valli Latte er svona high-end brandið í hérna svona commercial mozzarellu og raunverulega það sem við gerðum hérna þegar við komum þessa 2004 þetta er fyrsta skipti sem að myndir voru notað, það voru alltaf notað teikningar prenta og við komum með hugmynd að nota slíver sem er sem sagt plast, hvað heitir slíver á íslensku? Utanum umbúnað það var svona svipaður kókaflöskunar, já filmur sem að og þá getur við prenta miklu betri myndir og þetta er í fyrst og það er hluti af success hérna er að það er svo meira appetizing að sjá mozzarellu myndina og annað slíkt og þetta, hér lyftist salan mjög en við erum ennþá að vinna með þeim út frá þessum samanbyrð áðan. Árangurinn var þá góður og við erum ennþá að vinna með þeim. Það er það sem við fáum raunverulega fyrir árangurinn. Þetta eru aðrar umbúðir. Þetta eru bara umbúðarhönnun, þannig að sjáu það. Ég er nokkið, þetta er ekki alveg mín del, þannig ég hleyp nú hrætt við það. Þetta er einn af sem ég var að tala um, 75, hann er ennþá í sölu þessi penni. Og mörguleiti finnst mér þetta alltaf svolítið skemmtileg, þó ég hef ekkert komið nálægt þessu. Hann selur þetta svona 5-6 milljónir á ári, nokkuð svona stöðugur. Búinn að gera það síðan 75, þannig ég hafði alveg verið til í að fá smá pening af hverju stykki. En sjáu þið þessa litlu pinna hérna. Vandamálið var að þetta er náttúrulega automatísk framleiðsla, automatísk setup, þannig að það þurfti að búa til eitthvað þannig að þú sko geti dregið hann á færiböndunum eða hvað heitir það, í assembly line. Þannig að við á þessum tíma, og þetta er einstakt það sem Design Group gerir í dag, að það eru nokkur fítus í þessum vöru sem gerir mun. Eitt er þetta að þetta hjálpar til að draga
En við byggum, það var gert þannig að það verður sko, hvað við segja, identity á pennanum líka. Það þekkja hann allir út af þessu og á sama tíma þetta líka það stoppar það að hann rúlar ekki. Þannig að vandamál, það er orðið þrefaldur success hjá okkur. Og það er þetta sem þegar hönnun vinnur vel, að það er tekst að snúa vandamálunum í kosti og nára öðrum. Annað sem var mjög skemmtilegt hér er að hann er óvanalega langur og það kannski í dag eru hann lengri en á 7. áratugnum þá voru allir pennar miklu styttri. Annað, og þetta var fillpenni, það var enginn að gera fillpenna á þeim árum sem bara venjulegan skrifpenna, það var allt kúlupennar. Og það hann skildi vera svona langur, það þýddi að listamenn og kreatív nota hann mjög mikið. Og það er náttúrulega hluti af því að ná að hann er ennþá hann verður svona költ element. Og við eigum myndir af fullt af listamenn og frægufólki og páfanum að skrifa með honum. Þannig að hann er svona íkon á Ítalíu þessi. Þetta eru aðrir pennar hérna fyrir Pelikan. Eina skemmtilega í þessu sjálfu sér var að þeir voru með penna sem þeir voru að selja 2 fyllingar í. Vandamálið er að þetta er fyrir unglinga, að mikið af fólki áttaði sig ekki að það voru 2 fyllingar en þeir voru bara inni. Og þannig að við snerum fyrir bara við og sögum, þá bara búum við 28. Miklu einfaldara, það kostar ekkert meira í sjálfu sér heldur en að vera með 2 fyllingar og fólki var að nota eina og henda síðan pennanum ennþá með hinni fyllingun inni, sko. Þetta er post-it dispenser og hér var markmiðið að gera sko venjulegðu úr plasti, þetta er gler og korkur. Þannig að hér var málið að gera sko durable product sem að þú hendir þess ekki, þannig þetta er það veilugu gripur og jafnframt með sko allt önnur plastefni og hér við vorum að hafa ágjör umhverfinu. Þannig að hér við vorum að vinna miklu meira á umhverfismálum meðan til dæmis Unilever sem eru tannburstar, þeim er alveg sama. Þeir testa það, markaðurinn vill ekkert umhverfisvæna tannburstar. Hann kaupir það bara ekki. Þannig að, en til dæmis þessi hluti lítur alveg einfald út, en þetta er mjög erfitt að framleiða þetta vegna þess að leysa það verið með gat hér án þess að springi, það var mjög erfitt og þetta var heilmikil vinna með franskt fyrirtæki sem framleiði þetta. Það var alveg heilmikil vesen að breyta aðeins laginu á gatinu og fæslu svona til og frá. En þetta er mjög einfalt, ég veit ekki hvað þið þekkið setanós, þú tekur það bara upp, það tippar, það er engin mekanismi, það er bara þyngdin og korkurinn, búið, 2 hlutir. Engin gormur eða eitthvað svona sem ýtir upp, sem að venjulega var. Þetta er Combat Desk Organizer. Þetta hérna, það lítur ekki út fyrir að vera en þetta er mjög environmental friendly. Hann er búinn til úr endurgerðu plasti og er með mjög lágan stuðul. Hann er hannar þannig að mjög auðvelt að taka í sundur eftir. Algjörlega sama efnið, við erum ekki með blý í þyngdinni sem er mjög erfitt þannig að hann fær mjög lágt skor í impact. Þetta var hann með Life Cycle Assessment Approach. En hann lítur ekkert út af því við vildum ekki fara að leiða að sko, það er svo mikið af environmental höndum sem lítur út fyrir að vera að þú sé það ekki. Það er svona tíska svolítið. Men Approach hérna sem við unnum með mjög góðum ítölskum fræðingi, hann er á þessu nótu að búa til svipað eins og klass A, B og C í rafmagnstækjum. Að það væri miklu skynsamlegra að mæla bara framleiðslu verið út frá einhverju svoleiðis system og gefa þeim eftir klass A, B, C eða D eftir ákveðum skor, heldur en að láta það vera brúna eða græna eða, þú veist, sem að svo er bara fake kannski. En það sem er athyglisvert hérna er, ég veit ekki hvað þið þekkið svona hluti, það eru 7 misjöfn, hérna, þú veist, tapes og svoleiðis sem er í þessu. Venjulega er þetta sko flatt, liggur á borðinu og tekur upp pláss. Og í skrifstofum nútímans, sem eru svona multi-use svona, þá var skrifstofurinn að minnka. Þannig að hér var inputi frá fyrirtækinu minna pláss á skrifborðinu. Og það var einfaldlega eins og þess að sögðu og að 7 mismunandi próduktur á finnindi. Þannig að það er okkar lausn að koma með það í staðinn fyrir að vera flatt þá byggjum við það upp og það er mjög flókið reyndar við þetta verkfræði líka, við leystum verkfræðina hérna líka. Þetta er flókin framleiðslan á þessu. En á sama tíma erum við líka með vísun yfir í Icon sem eru glösin sem að fólk setur pennan í. Þannig að áttu ykkur að þú veist, það er hidden meaning í þessu. Og þetta er það sem að, eins og ég kannski hefur búin að segja, þetta er það sem mjög gaman að þú nærð að gera svona fleiri en eitt í einu. Þú ert með vísun í einhvað sem að fólk, svona arketýpur sem fólk þekkir, sem er svona svolítið meira listræn og svona, en á sama tíma ert að leysa plássmálið og sama tíma ert að koma öllu fyrir. Og þessi vara hefur verið að seljast mjög vel og hún er í Frakklandi og hún bara var uppselt, 1 og 3 og þeir eru líka að fara með hann til Bandaríkjanna. Þetta eru svona öðru hlutir, Scotch Brite. Þetta er nú eiginlega eitt af því fáa sem við hefum gert í þessum svona
hefðbundin ítalskri hönnun, barstólar. Þetta var eitt fyrsti hlutur sem ég hannaði, þannig að það er kannski eina ástæðan ég er ennþá með hann hérna. En hann er ennþá í framleiðslu og hann er ennþá númer 2 næst söluhæsti hluturinn hjá Magis. Frá 94, sem er nú bara ansi gott. Þið hafið nú trúlega séð hann á einhverjum bíómyndum eða sýningum. Hann er náttúrulega orðinn svolítið gamall. Meira fyrir Magis? Ha? Hefur þið að vinna eitthvað meira fyrir Magis? Já, en ekkert mikið sko. Það er bara ekki alveg okkar geiri sko. Þetta er voða gaman, en sko þú áttar að það er voða erfitt að þessi sami aðri góður í húsgagnahönnunni og í því sem við erum að gera. Það er svolítið önnur nálgun sko. Og við áttum okkur á því að annarkot ertu í því eða ekki sko. Hankar, þetta er Command, hvað heitir það, Intercom Systems, sem er þetta ekki svona dyrasímar. Þetta er það sem ég var að segja ykkur áðan, hérna, þetta er fyrir astma. Þetta er vara sem hún er sko 92. Þetta er svolítið gaman að því ég held hún sé ekkert orðin gömul hönnunin. Hún myndir ekkert halda þetta að vera hannað fyrir, hvað er orðin mörg ár síðan, 20 ár síðan. 20 ára gömul hönnun, hún eldist hægt, en það sem er sko frábært í þessu fyrirtæki hérna, þetta eru, ég veit ekki hvað þið margir eitthvað þekki, sko vandamlega með hérna L-pípur, svona sprautar, að þá er sko geislinn úr pípunni, hann er cirka svona langur. Og vandamáli er að eldra fólk og börn hefur erfitt með að synkronisera sko sprautununa og öndununa. En þú þarft að ná þessu niður í lungun. Og þannig að þá urðu til það sem er kallað spacerar. Það er svona 1,5 lítur kókflaska, cirka bát, sem þú spreyjar inn í og efnið þenst út og svo dregur út andan á þínum til að losna við þessa synkronisering. En annars færðu svo mikið lyfi í hálsinn sem gerir ertingu. Og hér var fyrirtæki kom til okkar og segir, við viljum gera spacer sem er portable. Það var eina sem var sagt. Og hann verður mjög ódýr að framleiða því við ætlum að gefa hann. Við ætlum ekki að selja hann. Og hér er snilldarlaust sem er raunverulega það að þú sprautar inn í rými sem er, hringlaga og þú stjórnar flæðinu, þannig að í staðan fyrir að sprauta beint og svona langa, þá bara sprautar í rými og það byrjar að snúast. Þú notar miðflóttaraflið og það er annað sem gerist í þessu sem við reyndar vorum nú ekki svo snjallir að við föttum það. Það kom bara í mælingum, að þetta náttúrulega var sem sagt þróað, það er mjög mikilvægur hallin hér og rýmið sjálft, er að freon, gasið til að sprauta út, það er þyngra heldur en medical molekjúlið. Þannig að þegar þú ert með miðflóttaraflið, þá sest það utar. Þannig að skýið sem er í miðjunni er eingöngu medic. Og þetta er náttúrulega mjög góður kostur. Þannig að það var eitthvað sem við áttum ekki von á. En við náttúrulega, þetta er, eins og við sjáum, þið sjáum hendina, þetta er ekki stærri en þetta. Þetta fer bara hérna núna í taska. Og þetta er búið, þetta er allt polypropylen. Þannig að þetta er eitt efni, þannig að mjög recyclable og annað slíkt. Og þetta eru 1, 2, 3, 4 stykki. Þú vorum við með litakót, þannig að grænti fyrir eitt lið, brúnti fyrir annan. Það er til annar lausn sem er með eins og snuddu fyrir börn. Þannig að þú getur sko sprauta og síðan, totta það inn. Og við erum alltaf mjög stoltir af þessari hönnun. Hún er ennþá náttúrulega í framleiðslu og væri sko, eini gallinn, þetta er lítið ítalskt fyrirtæki, Kesi. Ef við hefum gert þetta fyrir Glaxo Welcome, þá myndu öll þekki þetta. Af því að við veitum á Glaxo Welcome þau myndu gjarnan hafa eiga þessa hönnun. Og Blue Lagoon, ég geta farið í það sérstaklega. En við höfum séð brand, uppbygginguna, búðirnar og allt setupið og eins og segir það er alveg heil saga að tala Bláa lónið og sá uppbyggingu. Þetta eru packaging, Capacent, ég veit ekki hvað þið viljið að við gerðum Capacent brandið. Þetta look á þeim og þetta setup. Og já, svo var ég með case studies líka en við fyrir nokkuð tíma. Og svo annað kannski sem fæstikar kannski vita að 66 gráður norður er líka, það er mitt handverk. Við tókum það 98 til 2004, þá breyttum við því. Þannig að logoðin sem eru þar í gangi, það er ennþá logoðið sem við gerðum og svona staðsetningarbreytingin. Og það var enda mjög skemmtilegt dæmi því þá myndaðist svona teymi sem voru fatahönnunir, framleiðslu þátturinn, markaðs og auglýsingur og við fengum að ráða ferðinni. Þegar við komum til 66 með hugmyndina að búa til svona exportbrand. Það var okkar hugmynd og
og Elmar gamli eigandinn, hann samþykkti það. Þeir voru að fara hvort þeir ætla hann alltaf að selja fyrirtæki, þannig við vorum í ferlinu að breyta því og gera það svona álitlegra fyrir það og þú sjáu að við byrjum að vinna með 98 þá er fyrirtæki metið á 600 milljónir og þegar þeir selja þá er það selt á 1,4 tæpar. Þannig að það er mjög góð valjuaukning á ekki lengri tíma. Plús það að sko logistíkin breyttist, þannig að þeir voru með 15–20% marginu sem er náttúrulega allt og lág eða áttur að fara í sölukanala. Þannig að við náðum henni með framleiðsluliðun og hönnuðun, það náðum við henni upp í 40, hún er svona okkar á 43 til 47–8 sem er í lagi til að fara í sko heilsölukanalana. Og sama tíma þetta element að við leggjum línunar hvað á að hanna. Þannig að fatahönnur fengur að geta hanna hvað sem við vildu. Og það er þessi hugsun sem er svolítið erfitt stundum hér á Íslandi, það er sko, þegar við erum að gera branding eða annað, við leggjum línunar og þá þurfa hinir að hanna inn í það. Og eins og við varum að tala um svona tamins sköpnagliði, það er eitthvað sem á Íslandi er mjög erfitt og það er oft svolítið finnst manni ófagmannleg vinnubrögð með það, en það er náttúrulega mjög sterkt, þannig að þá voru sko fengum við input sko hvernig er best að framleiða, hvernig er best að sniðin séu þetta og þetta og þetta, hvað er besta virknin eða þú ætti að fara upp á fjöll, hvað er best í þessu, hvaða trendur í gangi frá hönnunni og þetta var svona teymisvinn og þá náttúrulega er allir að leggja í púkki og þá er það sem að gengur vel. En já, þannig að ég ætla bara að segja þá takk núna.